Komið sæl, við erum komin hérna í þetta rúmlega 100 ára gamla hús sem kallaði París á Akureyri. Hingað að koma Soffía Magnúsdóttir, fræðslustjóri á Akureyri, Vestfirðingur úr Bolungarvík, eða Bolungarvík líklega, og við ætlum að spjalla saman. Við erum komin hérna og ætlum að rappa saman Soffía Magnúsdóttir, Vestfirðingur, úr Bolungarvíkinni. Hún ætlar að spjalla við okkur. Hún er komin til að taka við fræðslumálum á Norðurlandi, skilst mér. Velkomin, Soffía. Takk fyrir. Sko, þú ert fræðslustjóri. Fræðslustjóri, já, þetta er ekki smá nafn. Og Titill. fyrir hvaða svæði? Sko, fyrir Akureyri, Akureyrarbæ. Já, þú ert ekkert með sko Norðurlandi enn. Nei, en ég er með Hrísey og Grímsey. Já, það er partur af okkur. Já, og ég var einmitt út í Hrísey í gær í yndislegum skóla, í heimsókn þar. Já, en svo náttúrulega er samstarf líka aðeins á milli og ég er náttúrulega svona að byrja bara að skanna svæðið, kynnast fólkinu. Hvað ertu búin að vera lengi? Ég kom í byrjun nóvember. Já, þannig að þú ert búin að taka hérna skítatíðina í veðrinu allan tíma. Ég sagði nú bara, okkur allir að tala um Vestfirði, þessi vond veður fyrir vestan. Það búið svo mikið snjór hérna í vetur og svo fellur þetta bara beint það maður frá bara kaf. Já, það er agalegt. Já, þetta fíkur ekki til burtu. Nei, þetta fíkur ekki til burtu eins og fyrir vestan. Nei. En það er nú búið að vera verra fyrir vestan. Þetta er búið að koma svona í risjum, sko, svona risjótíðu sem maður segir. Stundum er alveg kolvitistöður og vetrarfærið svo kemur bara asa hláka og þá fyrir alltaf flott og svona sérkennileg veðrátta. En hérna, já, en svo náttúrulega bara er vetur og maður bara maður tekur því. Já, maður tekur bara, veðri kemur alltaf. Ísfirðingar voru að drukkna daginn. Já, Eyrin fór að stífa kapara. Já, hún er stendur nú lágt. Þú ert Bolungarvíkingur. Já. Bolungarvík. Það er nú oft búið að tala um þetta, en viltu gefa okkur skilgreiningu á þessu? Sko, ég skrifa Bolungarvík með R-i. Já. Bæði að því að mér finnst það bæði svona kröftugara og fallegra. En sumir segja að þetta nafn sé komið af orðinu bolung, að þar hafi rekið bolungar, sem sagt, viðurinn. Bolir, já. Bolir, sem sagt, já. En aðrir segja að þetta er komið orðinu bolung og það sé kvenkynsorð yfir stöðuvatn. Og það sé komið eiginlega úr, frá Skotlandi og frá fornum mönnum sem komið þaðan. Og Þorvaldur Friðriksson, merkur maður, útvarpsmaður, hann hefur fært fyrir því sterk rök og tengir þetta við íslensk kennileiti sem hann tengir við það gamla tungumál. Og í Bolungarvík, minni Bolungarvík, sem sagt, þar hafa, akkur reka þá ekki ennþá bolir þangað, en þá eru ennþá að reka í Bolungavík á Ströndum, sem er ekki skrifið með R-i. Já, sem er ekki með R-i. Nei. En vatnið? Vatnið er til, Syðridalsvatn í Bolungarvík, það er í Bolungarvík, þannig að það er til, Þuríður Sundafelli landan svo kona, hafi bara komið og sagt, nei, þetta er Bolung. Hvernig, sko, nú ertu nýflutt. Já. Ertu fædd þarna? Ég er fædd þarna, já. Og hefur alltaf búið þarna? Nei, ég hef náttúrulega fluttið svo margir gerðu og gera inn af landsbyggðinni, fór bara 15 ára til náms, fór þá í Verslunarskólann. Já. Og hafði gríðarlega heimþrá. 15 ára? Já, ég var ekki eins og orðin 16. Hvað er þetta að segja? 16 í nóvember en þá var það þannig að sko bróðir mömmu, Guðmundur Pálsson heitir leikari og Sigríður Hagalín, kona hans. Var hann bróðir mömmu þína? Já. Þau hefðu sérst boðið mömmu og pappa, ef eitthvað okkur gemningónu séu, færum til náms, að þá buðu þau húsaskjól. Og ég sérst fór suður. Og bjóst hjá þeim? Og bjóð hjá þeim í 2 ár. En síðan hafði ég svo mikla heimþrá, þannig að ég fór aftur eftir 2 ár vestur. Og var í 2 ár, áður en ég fór svo aftur suður til áframhaldandi náms. Já. Hvað lærðirðu? Ég er tónmenntakennari að mennt. Já, þú fórst í það? Ég fór í það. Og er það þá ekki bara vegna þess að það er þessi gífurlega tónlist í þessari fjölskyldu? Jú, þetta hefur það haft áhrif. Ég fann bara allt í einu að þarna var eitthvað nám sem var svo innilega skemmtilegt og ég bara hugsaði með mér, vá, get ég unnið við eitthvað sem ég hef bara alltaf gaman að gera.
Já. Og jú, við fengum náttúrulega músík með móðurmjólkinni. Pabbi spilaði á harmoníku og hann var ómenntaður en hann sem sagt spilaði alltaf. Þú ert með mynd á honum? Já, ég tók mynd á honum. Þessari elsku hérna. Með harmoníku náttúrulega. Já. Hvað Nikkan núna? Nú Nikkan bara, Hrólli bróðir spilar á honum. Hann rosalega flinkur að spila á harmoníku. Hrólli? Það Hrólfur Vagnsson. Hann sko þekktur harmoníkuleikari. Já, hann tók þetta alltaf leið, sko. Hann fór bara í alvöru nám og fór til Þýskalands og menntaði sig og tók síðan hnappaharmoníkuna og hann fantagóða spilari. Já, hann það. Já, og vinnur náttúrulega bara við þá og síðan hefur hann séð að því upptökum líka, verið ekki stúdíó og vinnur núna meðal hans hjá Norð-þýska útvarpinu, svona ég lótum í upptökum. Nord? Já, hvað er þetta? Radio Nord? Nei. Nord, Rundfunk? Eitthvað svona. Já. En svo hefur hann líka verið að fara út allan heim bara með svakalega merkilegu teymi sem kom frá Damaskus held ég, búin að fara til Suður-Ameríku og Austur-Asíu út allt. En svo kemur hann alltaf heim og frá Hesteyri á sumrin. Já, hann kemur vestur. Hann hefur líka þessa askotans heimþrá til heima. Þessi, römmus og taug eins og það stendur. Já, það skrítið. Er þetta svona? Já, veistu að þetta svona. Er þetta meira fyrir gagnvart Vestfirðingum heldur en kannski mörg, eða hefur þú kannað það nokkuð? Ég veit ekki hvort þetta er... Er það þetta svona kannski aðeins útúr meira? Já, þetta er náttúrulega svona samfélag sem eru svona í jaðrinum eins og Bolungarvík. Bolungarvík er náttúrulega bara nyrst, þú ferð ekki lengra. Nei. Þetta er bara endastöð sem kemur á óvart segi ég alltaf því að það er svo fallegt til að víkin opnast. En við höfum öll mjög sterka taugar systkinin vestur. Já. Og ég held þetta sé svolítið hjá fólki sem að einmitt hefur alist upp í umgjörð þar sem að, þú veist, hún er bara og yfir allt kring og maður sem barn var ekki að fara neitt annað en lífið var bara yndislegt og gott að vera sem barn. Núna þetta eins og það segir, þetta er endastöð og þetta er náttúrulega umlukið sko gríðarlega stórum háum fjöllum. Já. Er þetta þá ekki bara vítt til veggja og hér á Akureyri? Hérna bara, ég var að koma úr Hrísey í gær með ferðinni og sildi og segi Guðni góður hvað þetta er fallegt, en þetta er alls svo langt í burtu, öll fjöllin. Það sagði einu sinni kona, Elisabeth Jökulsdóttir, sem kom eins og sá pallin heima hjá mér, sólpallin á sumri, var mjög þögul, ég þekkti hann ekki og kom með annarri konu og sagði, þú ert með fjall í garðinum. Af því að Ernirinn, sem er svona tígulegt fjall, það stendur okkur svona nærri. Já, mörg falleg fjöll þarna, Bólafjallið og þetta allt saman, hvað það heitir. Og svo er þetta slétt á ofan, svolítið sérstakt. Hann er svona öðruvísi landsland. Já. Þannig að það er eitthvað þarna sem að togar. Þú nefndi pappa? Já. Hann hét Vagn Margeir Hrólfsson. Vagn Margeir Hrólfsson. Þetta er dálítið snúin nafn. Þetta er dálítið, já, þetta er svolítið. Já. En mamma? En mamma mín heitir Birna Hjaltalín Pálsdóttir, sjáðu, Pálmadóttir sagði ég. Það er að því að ég á dóttur sem heitir Birna Hjaltalín og er Pálmadóttir, þannig að þær hafa sömu höfuðstafina, BHP. Birna Hjaltalín Pálsdóttir, hún var kaupakona, rak verslun í áraraðir og... Í Bolungarvík? Já. Þau voru ótrúlega samheldi hjón, mamma og pabbi. Hvað gerði hann? Hann var sjómaður. Nei, hvað segir þú? En því miður féll hann frá mjög snemma 1990. Já. Þá fórst hann, tók út af bátnum sínum, Hauki, með mági mínum, sem var þá rúmlega 20. Nei. Jú, ömurlegt alveg. Já. En sá bátur, það reyndist nú satt sem að pabbi minn sagði, sko, að báturinn var góður. Hann fannst heill. Bara á Hringsóli og nú er þessi bátur hvalaskoðunarbátur á Húsavík. Yndislega fallegur, já, Haugurinn. Já, er það hann? Það er bátur, já. Þeir keyptu hann, þeir dásamlegu bræður þar og hann hefur verið gerður upp og þeir komið til okkar fyrir nokkurum árum og byggðu okkur í siglingu djúpið í þessu stórkostlega skip. Já. Haukur og Árni. Nei, Hörður og Árni. Já. Það er okkar bátur. Það er ykkar bátur. Í góðum höndum á Húsavík. Sko vagnsystkinin að vestan. Já. Stundum að tala það. Það er þú og systkinin þín. Já. Og hver voru þau? Hvað er það mörg? Við vorum 7 sem sagt. Þið voru 7? Ingibjörg sem var áreldri ég, fædd 57. Svo var þetta svona tröppugangur á 12 árum. Það var Ingibjörg og svo var Sofía. Hrólfur, Margrét sem býr á Bifröst, Pálína, Haukur og Þórður og þau búa allir í Reykjavík. Þetta var mikil hersing og samheldinn hópur. Já.
Og mamma, ég held að sé nú ekki að segja það satt, en hún segir að það var ekkert mál að ala ykkur upp, sko. Þið gerði það sjálf, ég hjálpaðist það bara einhvern veginn. En segjum að það ekki þegar börnur eru fullorðin bara. Jú, en það ekki líka svo, í svona samfélögum? Já. Þar sem að börnin fara bara út á mótnana og svo bara eru þau að leika sér og dandalæst í kringum kallana í fiskinum og öllu þessu. Já, akkúrat, þetta var náttúrulega... það ekki svoleiðis? Jú, sko, fólkið í þorpinu, það var bara með í þessu, alveg eins og systir pappa, sem heitir Ásdís, hún átti líka 7 börn sem var alveg, voru sama aldri, sem var mjög mikið samband á milli allt og mikið leiki og þetta var bara, við vorum bara einhvern veginn alltaf saman og alltaf út að leika og alltaf að gera eitthvað á barþúsa og svolítið breytt frá því sem nú er. Og svo ef þið voru kannski heima hjá henni þá gaf hún ykkur að drekka og svo mamma dró svo liðið inn og gaf hinum að drekka og svona. Já, nákvæmlega og maður er einhvern veginn svolítið með þetta uppeldisviðmið, þessar aðstæður í höfðinu á sér þegar maður fyrir sjálfur eignast börn og einhvern veginn leitar svolítið að þessu fyrir sín eigin börn. Vill kannski að þau fái svona svipað uppeldi, svipaðan grunn og maður sjálfur? Já, ég held að ef maður hefur átt góða barnæsku þá hefur maður náttúrulega mjög gott viðmið. Já. Hvernig er staðan fyrir vestan í dag? Hvernig eru bara betri samgöngur eða hvað er það sem að gerir? Hvað heldur þessu saman? Sko, ég held að það sé bara krafturinn í fólkinu en ég verð pólitísk ef ég segi hún er ekki nógu góð. Þetta er svo langtíma barátta við einhvern veginn að svolítið að berjast við að fá þetta til. Svolítið þessi tilhneiging að, byrju, af hverju búið þið þarna? Þetta er svo á að vera búið til göng upp á 6 milljarða þarna með Ísafjarðar Bolungarvíkur fyrir 1000 manns. Á að vera að gera snjóflóðvarnargarða fyrir 1000 manns og svona. Það er þessi tótt svo og svona. Hvernig finnst þér það? Mér finnst það erfitt sko og mér finnst mjög erfitt núna, mér finnst, nú ætlum ég að segja bara sem mér finnst, Bolungarvík þarf að gera sér grein fyrir hver hún er núna. Hún þarf að fara í ný föt. Hún þarf að skipta klæði. Hvernig föt? Hún þarf að fara í svona skemmtileg nútíma skvísuföt sko og og horfast í augu við það að þetta getur ekki lengur verið bara sjávarútið þorp af gamla tímanum. Getur ekki bara verið Bolungarvík áfram? Hún þarf að breyta sér? Hún verður að breyta sér. Ef við ætlum að fá unga fólkið og það er nú búið að laga rafmagnsmál þarna, þannig að það fyrir rafmagn sem það gerði núna bara síðast í fyrradag, þá kom það inn eftir 3 mínútur eitthvað, en það gátu verið margir klukkutímar, þannig að nútíma fyrirtæki með tölvutækni gátu þetta ekki til starfsins þarna. Ungt fólk í dag vill hafa, sko, það er svona sjálfbært í hugsun. Það vill hafa fallega náttúru, það vill hafa góða skóla og netið, nótt og 19 daga. Og Bolungarvík og þeir sem eru núna þarna að stýra, þeir verða að fara þessa vegið, sko. Börnin þín á myndinni? Já, segir maður ekki alltaf, og hver fugl er fagur, sko. Jú, þetta er flottur hópur. 5 hópur, já. Glæsilegur hópur. Já, þetta er sérstætt. Hvað segja þau Bolungarvík? Þau, Birna dóttir mín býr þarna. Hún býr þarna? Já, 5 manna fjölskyldu, hún er eina sem er eftir og mamma mín, þau búa þarna nöfninnar. Hann er menntaskólastúdent núna eftir nokkur ára komin vind og er á leiðinni til Reykjavíkur í haust. Þeir búa í Reykjavík. Þetta eru semst hálfir hollendingar og þetta eru bara góður í gegn Bolvíkingar í báðar ættir. Þessi 2. Hann býr í Reykjavík líka. En þetta er gott fólk sem að fær þá innrætingu bara ekki gleyma að setja svona sam fyrir sama framan allt sem ég geri. Samfélagið, samþakka mátturinn, hugsið aðra. Samvinna. Já. Samheldni. Samheldni. Er hún sterk í fjölskyldunni? Mjög sterk, já. En það er engar fjölskyldur þannig að kom ekki brekkur og öldugangur. Nei. Eins og við systkinin og svona, en við erum ofboðslega tengd samt. Og það er eitt sem sameinar okkur alltaf, það er músíkin. Og síðast í gærkvöldi var ég að hlusta á lag sem að bróðir minn sem er staddur núna Hrólfur í Bolungarvík var að taka upp Hesteralag sem við bjuggum til. Ég gerir text og hann gerir lag og nú var hún ásamt öðrum söngmanni fyrir vestan að taka upp Hesteralagið. Hesteyri! Þetta er svona okkar staður í Jökulfjörðum sem þessu kvöldinu kom. Já. Þannig að músíkin sameinar okkur alltaf. Já, hún er sterk, músíkin. Hún er sterk, já. Hvað væri lífið án tónlistar? Já. Maður þinn? Já, hann er nú gull og engill í mínu lífi, Róland Smelt, hollensku maður. Og hvað gerir hann?
Hann tölvunarfræðingur. Já, nýkominn hingað til mín, norður. Hann kom ekki fyrir eftir áramótin. Er hann búinn að fá vinnu? Nei, nú hann bara að leita á, sækjum og... Nei, það? Það eru ekki útfæðan vinnu? Ég svo viðkvæm fyrir því, nefni þetta ekkert hátt að því maður einhvern veginn svona opinberri stöðu. Hann verður bara að græða þetta sjálfur og leita á, sækja á. Já, og hann í því þá? En hann bara mjög spenntur, sáttur að vera kominn og finnst þetta mjög spennandi. En hvaðan kemur hann úr Hollandinu? Hann kemur frá Austur-Hollandi, borg sem heitir Almelo. Ég þorði alltaf að segja hvernig ég kynntist honum. Ég fór með hollenskan, þá var ég fráskilin kona, fór með úlingahóp og leiklistahátíð til Hollands. Já. Og þar kemur bara skáti og var þar að vinna og það bara gling! Skáti? Skátamaður, hann skáti, mín skáti. Nei, já, ávald viðbúið. Og svo var þetta ég segjum stundur fyrir tíma netsins og svona, það voru bara ástabréf á milli. Svo kom hann í heimsótt, þetta var í júlí, hann kom í heimsótt í september, svo flutt hann í desember. Og við vorum ekkert að sjást og ég sagði, hvernig leit hann aftur út, þegar ég sótt hann á Keflavík. En maður verður að láta hjarta ráða. Og það 25 ár síðan. Hafðir ekkert séð hann allan þennan, og þar til hann kemur til Íslands. Já, og flytur inn. Og varstu nánast að leita að honum á flugvellinum? Já, í alvöru, ég sagði, hvernig lítur hann aftur út? Ó, já, það voru augun og það var eitthvað. Ég trúi því ekki. Ég get svarað, maður á kannski ekki að segja svona frá þessu, en það bara þannig, það gerist eitthvað. Já. Hvernig þetta í sambandi með nýja starfið? Nú ertu kominn, nú ertu að kynna þér þetta, þú varst út í Hrísey, sagðirðu, og þarft að fara og hitta menn og annan og allt þetta. Já. Hvernig líst þér á að vera í rauninni bara komin í svona vinnu? Sko, Akureyri getur státað frábæru skólastarfi, finnst mér. Ég bara búin að sjá það. Það mikil áhersla lögð á að hafa góða skóla. Og hér eru frábæri stjórnendur en það heyrist auðvitað alltaf að það vantar meiri pening í skólakerfið. Og mér finnst líka akkurat á þeim tímapunkti núna þurfum við kannski að fara að skilgreina skólan upp á nýtt. Þetta kannski ekki bara menntastofnun, fræðslustofnun? Þetta kannski líka svona félagsleg stofnun eða uppeldisleg eða af því ég finna þess fyrir því, gestur, að kennarar eru svolítið lúnir. Það eru svo mörg mál í dag sem kom inn á þeirra borð. Varðandi líðan barna, varðandi fjölskylduvanda, varðandi ofboðslega kröfur árangur. Það eru PISA-kannanir og það eru samræmd próf en á sama tíma þarf kennarinn að vera gríðarlega vel læs á mannlega þátt nemenda sinna. Hann þarf að gera sér grein fyrir því hvernig líður barninu. Hann fær jafnvel upplýsingar hluti sem hann kannski vill ekki endilega vita, en skyldur til að gera eitthvað í. En það þá ekki kannski líka, eins og stundum talað að börnunum bara sópað í skólan og skólinn á svo bara að sjá þetta? Skólinn á að ala upp barni. Ekki svoleiðis í grófum dráttum? Það svolítið gott að þú sagðir þetta, en ekki ég. Akkur sagði þú þetta ekki? Börnin geta verið í skólan frá 8-4 og jafnvel lengur. Og það langur vinnudagur. Já, það fullur vinnudagur. Já, og mikið álag að vera bæði í náttúrulega hávaða og áreiti og svona. Og þess vegna finnst mér stundum, mér langar bara að segja það við unga foreldra, það rosalega mikil ábyrgð að vera foreldri, takast á hendur þessa ábyrgð að ala upp einstakling og koma honum til manns eins og var sagt. Já. Og þá fylgir því allt. Það þarf að setja aga, það þarf að setja ramma, það þarf að þora að segja nei. Það þarf að... Já, það einmitt það. Það þarf að þora að segja nei. Já, og mér finnst stundum eins og foreldrar þora ekki að segja nei. Nei, og ekki kennarar heldur. Og kennarar eru hræddir af því þeir geta fengið á sig ákvörður einelti, áreiti og þetta erfitt að vera kennari. Og börn og unglingar eru búin að læra þetta og kannski mörg þeirra vita eitthvað sinn rétt eða eitthvað þess aftar og segja bara ég bara kæri þig eða þú tekur á mér eða kemur við mig. Já, þau eru mjög skilmerkilega þekkjaðu þetta, sinn rétt. En ég vil líka taka fram að börn eiga rétt. Þau eiga rétt á heilbrigðu uppeldi, á góðri menntun og inn í þessu felst þá líka þau eiga rétt á því að vera alin upp. Þau eiga rétt á því að þeim sé leiðbent að bera virðingu fyrir fullorðnu fólki. Þau eiga rétt á því að skynja það hvenær þau ganga langt. Að þá séu þau stoppuð. Að þau eigi bara að læra, þau eru með 2 eyru og 1 munn
Þau eru stundum að læra að hlusta meira heldur en tala. Þau eru stundum bara með 1 eyra á 2 munna. Já, og 20 munna. Og 20 munna. Já, en börn eru náttúrulega yndislegt ævintýr og ég vona svo sannarlega okkur takist einhvern veginn að feta okkur þann veg að einmitt að gera meiri kröfu fyrir hönd barna, þá er ég að meina bæði til foreldra, en líka til bara samfélagsins sjálfs, að það sé líka gert ráð fyrir því að börn, þau eru til, en börnum fer samt fækkandi. En mér finnst, já. Það svolítið áhugavert að skoða það. Börn og unglingar, mér finnst þetta yfirleitt ofsalega svona fallegt og gerðarlegt fólk. Ó, já. Mér finnst það. Fólk í dag bæði er það gríðarlega fjölhæft á ótrúlega mörgum sviðum. Kunna svo mikið í tækni og þau kunna svo margt bæði, þau eru bara svo flott til orðs og æði, sko 95% barna eru þannig. En svo langar mér líka svo mikið til þess að börn læri meira að axla sko sjálf, bara frá mjög ungum aldri, andlega, líkamlega og félagslega ábyrgð á sínu eigin lífi. Að börn geti ekki alltaf sagt, það er honum að kenna, hann var að gera, hann var að segja, hún var að... Er þetta að breyta þessu? Já, ef við gerum það svolítið svona kerfislegt, ef við bara, og ég er búin að vera velta fyrir minn einu sko að reyna að búa til eitthvað svona módel, sem getur verið bara Akureyrar módelið, að fara með svona inn í skólana, taka þjóðgildir sem að þjóðin setti sér eftir hrun. Þau eru núna til í bók eftir Gunnar Hersvein, búa til úr þessari bók námsefni og fara með þetta inn í skólana. Hei, þetta er samningurinn sem þjóðin gerði og hann byggir á því að við hvert og eitt lítum svolítið eigin barm. Og ef ég er neikvæð og ef ég er með ruddaskap, þá get ég breytt því, en ekki einhver annar breytt mér. Hefur þú fleiri áhugamál? Það er náttúrulega fyrst að segja skólamál. Já. Þú er alltaf haft áhuga á því? Já, og svona öllu sem snýr að skapandi starfi en mér líka gaman að gera höndunum og svona prjóna og svona. Langar þið ekki að stofna hljómsveit? Jú, ég var alveg til í það. Stofna hljómsveit? Ég var alveg til í að stofna country hljómsveit bara. Já, country? Já, og syngja bara svona daglegt líf okkar. Já. Fara í Bónus og skella sér í morgunsundi og syngja bara þetta sem við erum að gera fyrir þetta í dag. Sér það ekki við þetta? Þú skal gera þetta. Já, ég skal hvetja ykkur. Já. Hvernig sko nú hefur þú bara farið beint í vinnuna, þú ert ekki eins og með hlutina þína. Hvernig hefur þeir verið tekið, svona hvernig finnst þið móttökurnar hérna? Alveg dásamlega. Fólk ánægt með að fá því í þetta? Veistu það, þetta er svo, ég var búin að heyra það, ég veit ekki hvort ég má segja þetta opinberlega. Jú, ef það er eitthvað ljótt, komdu það. Lokaðir, það er auðvitað komast inn í samfélagi. Veistu, ég finn alls ekki fyrir þessu. Það er bara, ég hitti náttúrulega marga ólíka hópa. Stjórnendur og háskólafólkið og jafnvel foreldra og alls konar fólk. Kallast þetta ekki mýta? Ég held þetta sé mýta. Já. Ég held þetta sé hafi þetta einhvern tíma verið, þá er þetta vitleysa. Það getur vel verið, þetta hefur ekki verið svona. Og svo er þetta alltaf með háskólan sem er stórkostleg tækifæri, þannig að það hefur líka blandast örgulega heilmikið. Já. Ég finn ekki fyrir þessu, mér hefur verið alveg einstaklega vel tekið. Ég er ekki farin að þora, sko, ég fyrir sund hérna á mótnana. Já. Sem er náttúrulega frábært að lögin opna snemma, en ég er ekki fann að þora að fara í heita pottin og taka einhverja samræðu. Ég er ekki komin að því ennþá. Heyrðu, nú er komið að því, eftir að þessi þáttur rennur út, þá ferð þú í heita pottin. Já. Þá veit allir hver þú ert. Mjög góður, já. Það er svo gott að fara í svona útilaug, því við erum með fína laug í Bolungarvík, en hún er aldrei opin á mótnana. Nei. Við vorum að fá til að reka það, en þið eru svo mörg sem getur borgað Svindl og Akureyrar og rekja hana með sóma, hann er frábær aðstæða hana. Sofía, komstu með eitthvað til að sýna mér? Já, sko, nú fyrir utan þessar fallegu myndir? Já, ég af þessu yndislega fallegum börnum sem þú átt. Já, það verður ekki stressi, sko, mamma gott að fara með þessa mynd. Hálf yfirlýst og allt, en ég hugsaði með mér, þetta var eitt af þessi ég tók með mér, alltaf margt sem ég geta tekið hefur verið með dótið mitt. Já. Það er þessi sérstaka mynd. Það var nefnilega þannig að það bættist eiginlega í hóp okkar systkinuna 3 önnur systkin. Fólk sem kom frá Sarajevo. Já. Og það var mamma mín og systir mín sem sáu viðtal við konu fyrir nokkuð mörgum ári síðan í sjónvarpi. Þangað fóru íslenski fréttamenn og tóku viðtal við konu þegar stríðið var í Júgóslavíu. Já. Og til að gera langa sögu stutt þá létu að leita hana uppi og þessi kona flutti til Íslands. Já. Og heitir Ranka og hana var skrifuð bók sem kom út síðust í jól sem hún Elín Hirsch skrifaði. Já. En í sumar þá fórum við Hollendingur í Róland
með systurum okkar, Röngu og Bröngu og mönnunum þeirra, loksins á þeirra heimaslóðir. Og þá hitti ég foreldra þeirra og þau gáfu okkur þessa mynd. Og það var, við gátum ekki tala saman, við skildum ekki tungumál hvors annars. En augnaráðið og kærleikurinn og þakklætið sem kom og þetta var það fallegasta sem við gátum gefið okkur. Móðir María með barnið og blessunin sem átti að fylgja þessu til okkar og okkar fjölskyldunar. Þetta tók ég með mér á Akureyri. Þetta er fallegt. Já. Þú hefur munað eftir þessu sem sagt. Já. Að hafa það með. Að hafa það með. Já. Ég hugsaði mér þetta og það er nefnilega líka þannig að þegar maður er búin að fara á svona stríðssvæði, það er 20 ár síðan stríðin lauk þarna, en það eru sundurskotin hús og hryllileg umgjörð sem fólk er ennþá að búa við. Agalegt? Jú, þetta er agalegt. Svo kemur maður heim til Íslands og yfir hverju eru við að væla hérna, hólum í malbygginu og eitthvað. Já. Það er ekki hægt að segja orð. Sofía. Annað en að vera þakklátur. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir mig. Gaman að hitta þig. Gangi ég vel. Takk hérlega. Vertu velkomin norður. Takk hérlega fyrir. Og svo er það hérna. Er það mynd? Já. Það er mynd, sko að myndi. Já, hérna.